Jæja, Gunnar Jarl Jónsson, hvernig líst þér á þennan leik gegn Haukum? Mér líst bara vel á hann. Hvernig hendur út rusli í bílum undan okkur. Ekki gott. Mér líst bara vel á hann. Þetta hörkuleikur. Haukalið náttúrulega ekki búið að tapa leik á undirbúrstímabilinu. Þannig að við líka harma efna frá jólin. Töpuðu við þar einhverjum 7-0 að með vinnur. Ég var ekki meira þetta í þeim leik á einhverjum fleirum en þeir eru hörkulið og nú gekk vel. En við hefum helling inni í þessu deildabikar og ég held að það sko tími til að spýta þessi lófana á. Gera sér bara okkur og gera betur inn í síðasta leik allavega. Þetta mætast tvö neðstu lið fyrstu deildarinnar frá því í fyrra. Haukar, hringir síminn, það er mjög jákvæmt. Rónum við það. Heyrðu, ég er hérna að taka viðtali, hringið rétt og eftir. Ok. Heyrðu, já, þetta mætast tvö neðstu lið fyrstu deildarinnar í fyrra og já, okkur gekk nú ekkert vel með Haukana, það er ekki hægt að segja það. Nei, við fórum illa á okkur í fyrra og töpum mjög stórt. Töpum illa. Fyrir lið sem ég myndi segja að vera sterkar allavega í fyrra en það var alveg skelfilegur leikur í fyrirleikurinn og leiksæti og en það er búið, þetta eru tvö gjörólík lið frá í fyrra á mörgu leyti. Við erum búin að missa menn og fá nýja menn inn í staðinn. Það verið þessi leikar sín í fyrra og þeir sömuleiðis líka eru búin að fá tvo öfluga pósta og eru að blanda þessu svona blanda þessu við annar flokkinn á sér og snúka stráka, þannig að þeir eru sprekt og mjög öflugt lið og það verður bara heldur gaman að eiga við á morgun. Skellum Akurinn, spurningum að Bandir á Akureynaskipti. Bandir á Akureynaskipti. En þarna á þessum tímapunkti nú er ekki langt í það að Íslandsmótið hefjist og hvernig svona finnst þér leiknisliðið standa akkurat núna? Stöndum að mörg hverju ágætlega, þrjár einhverju mót, þannig að þessum alveg margt hægt að laga. Formið á liðinu er svona smá saman að komast betur og betur í gang, þannig að ég held að þetta laga margt fyrir fyrsta leik og framist þetta síðasta leikar í góð. Við held ég unni 5 óslíkir röð síðan að við töpum fyrir Fylki og KR í Reykjavík og það var svona markmið að vera stígandi í þessu, þannig að hann hefur verið svona fyrir utan að það kannski fór aðeins niður á móti Tindastóls og slakaði leikur á okkur rólu. Allt er lægi leikur út á móti Selfoss út í Portugal, þar sem við vorum út á Spáni, þar sem við vorum nú svona menn fengu að spreita sig margir í þeirra leik og síðan unnum við góðan sigur á Immortal einhver leik, þannig að þetta lítið sem mörg var okkur til út held ég, sterk liðsheild og ég held að hún fleyt okkur bara langt í sumar. Þannig að þú er alveg trú á því að leikni verði þarna í efri hlutanum? Það er alltaf að vita, það er erfið byrjun sem býður okkar í byrjun mót sem Njarðvík, Grindavík, Þrótt, IBVF og Fjölni, eflaust 4 lið sem var að spá mjög góðu gengi. Lið sem er að koma úr úrvalsdeildinni 2 og síðan náttúrulega Þróttur og Fjölnir sem eru að spá góðu gengi, þannig að það ræðst alltaf að byrjunni en við erum óhræddir og við klárum þetta sumar af miklu krafti og það múti að skila okkur allavega að komast í efri deildabikarinn, það er top 6 allavega. En þetta má ekki búist við svona jafnri deild bara? Jú, það fellur þetta 1 lið af 12, þannig að það verður eitthvað lið sem verður opið að fá öflugst geta verið þetta eina lið. Við ætlum okkur náttúrulega ekki að vera þetta eina lið en þetta verður mjög uppdeilt, ég held að Grindavík, IBVF, Þróttur, Fjölnir, Fjarðabyggð verður svona liðin, Stjörnuna verður svona liðin sem ásett okkur sem verða kannski svona í erflutunum. Þó þetta sé erfitt að segja, þetta geta allir unnið allan sé reynir Sandgerði að fá 3 Bandaríkjamenn. Þór og Káa verða eflaust ágætt, þannig að það voru erfitt að segja. Þetta er mjög uppdeilt. Það er aðeins mikið af liðum sem eru svona spurningamerki. Já, Þór og Káa eru alltaf spurningamerki, en Sandgerði spurningamerki. Fjarðabyggð, veit það ekki, Fjarðabyggð náttúrulega ekki tapað leik í deildabikarnum held ég, einu leik á móti Fjölni 2004 held ég eitthvað, en 5 annars að vera unnið alla sína leiki. Þeim gengur alltaf vel á undirbúrstímabilinu og gerðu góð í fyrra þannig að þeir eru eflaust öflugir og það eru
erfitt að fara austur og erfitt að fara norður, þannig að við höfum ekki góða minningar frá austurum né hérna Norðurlandinu. Þannig að við þurfum að reyta upp stíða það. Hvað með þína persónulegu frammistöðu? Ertu ekki bara búinn að finna þig vel við hlið Hefilsins í hjarta varnarinnar? Það er alltaf að spila með heflunum. Hefillinn er svona... Hefillinn heflar mennina, þannig að fínt að vera með þannig mann við hliðina sér. Jú, þetta hefur gengið löggan og stofa okkur. Næ, sökkjandi. Þarna... Jú, ég er svona sáttur fyrir utan hvað svona bakslag í síðasta leik, en það múti ekkert laga ágjör af. Það verður ferskar lappir í fyrsta leik í Íslandsmóti og múti ferskar lappir á morgun múti Haukum. Við múnum bara allir verið heilir fyrir fyrsta leik. Steinar er alltaf ekki með á morgun, ég Sævar út í útlöndum. Og smá meiðsli kannski, en við leysum það eins og hvað annað. Á ekki að setja annað? Ég er nú þekktur fyrir markaskorum því ég gæsti í miðju, þannig að ef ég gæsti í miðju og skal ég skora eitt. Bara fyrir Elvis.